Hjalti, þetta hafðist í dag með frábæra frammistöðu. Hvernig er svona tilfinning eftir þetta? Þetta var geggjað, algjörlega geggjað. Við í rauninni, ætluðum bara að vinna leikinn, við vorum ekkert að spá í þetta þriðja sæti, en síðan bara í lokinu þá fórum við að reikna eitthvað og kom í ljós að við gátum náð því og við bara létum að það. Hvernig er svona tilfinningin eftir frammistöðuna í gær? Kannski sárt að það hafi ekki verið annað litur á þessu, svona ef þú horfir tilbaka? Sko, leikurinn í gær, ég er nú aldrei kvart og kveina, en við vorum svolítið mikið flautur út af þeim leik, en það var vel gert í strákunum að bara gíra sig upp í þennan leik og dómgæslan í dag var miklu betri og flottari. En lína var önnur bara í gær og stóru strákunum okkar voru flautaðar út og það var bara ströggl, það var erfitt. Hvernig svona metur þessa frammistöðu á mótinu í heild núna eftir að þetta er búið? Ég meina við sjáum það að við getum spilað á móti þessu liðum kannski nema Dönunum. Danirnir eru svolítið klassa fyrir ofan og við erum svo sem að spila á móti þeim í riðlunum og EM líka. Þannig að við ætlum að spila á móti þeim aftur og við ætlum að gera betur þá og við ætlum að gefa þeim alveg leik á EM. Ná til að bæta fyrir EM? Já, vonandi gerum við það og vonandi ég meina það er alltaf séns í körfubolta. Getum alveg unnið það, við þurfum að gera okkur vel upp fyrir EM en við ætlum að gera það. Hvernig eftir þetta mót, hvernig finnst þessi hópar hafa komið saman og gert sér fram á? Mér finnst, það er búið að gerast rosalega mikið í þessum leikjum og það er rosalegur uppgangur í liðinu og rosalega gaman hvernig einingin er innan hópsins og þeir eru rosalega flotti strákar, rosalega gaman að vinna með þeim og eins og þú sérð bara, varnarvinna hjá þeim er gigantísk. Við erum ekki alltaf að gera rétt, rótera rétt og svona, en einhvern veginn náum við að rótera þannig að við coverum og menn halda bara áfram og það er það sem er að skila okkur. Takk hérlega.